Guðmar, 2014 búið, Já. fyrsta ár Fákasels. Hvernig hefur tekist til? Erum við bara mjög vel, getum við sagt. Þetta er ekki alveg búið með árið, við opnum ekki fyrir í 1. febrúar, en það er svona ekki alveg komið fullt ár. En við erum býsnakáttir og erum sáttri við það sem búið er. Og hérna, það er búið að koma þó nokkuð fjölda fólki, það er búið að koma yfir 60.000 manns til okkar. Já. Hérna síðan við opnuðum. Það eru nokkuð landsmót, er það ekki? Það er nokkuð landsmót, sko. Já. Við erum að tala um einn á, það er aðeins fleiri en búa í sko Færeyjum. Já. Þannig að við getum ekki kvartað í fjöldanum. Nei. Það sé ekki búið að koma svona 14.000 manns á sýninguna. Já. Og það er af stór hlut Íslendinga sem náttúrulega er bara útrúlega skemmtilegt, finnst mér. Tekur svona aðeins lengri tíma að komast inn í útlendingarúturnar allar. Það er stór aukning í því og við sjáum núna strax mikla aukningu núna strax eftir áramótin. Hérna við verið í svona pakkaferðum og alls konar sem við erum strax að sjá miklu meiri bókanir fyrir þetta ár. Þannig að við erum bara káttur, okkur líst vel á þetta og hérna rosa bjartsýni fyrir næsta ár náttúrulega. Þetta ár. Það er bara gaman. Ég sé að þú ert með landsmótsigurvegari hérna í sýningum og svona, þetta er ekkert minna í... Þetta er ekkert minna, sko. Nei. Ég get alls sagt það að við erum alveg með ótrúlega flottan hóp að sýna þetta. Hérna fólk í kringum okkur og nemendur og fleira. Og það eru sér landsmótsvinnarar og annað. Þannig að þetta er frábær hópur, skemmtilegur morall og góð samstaða og hérna og ég get ekki annað en bara verið alveg rosalega stoltur á mínu fólki, sko. Og framtíðin mikið að búa bóka á þessu ári, eða ekki? Jó, það er sem sagt núna strax í tengslu við Norðurljósaferðirnar. Það er þó nokkuð mikið búið bókunum í janúar, febrúar og mars. Og svo vonum við bara að halda áfram að aukast og hérna sumrið verið gott. Við erum líka mikið að auka svona, hvað sé, aðra vörur hjá okkur. Það er að segja svona göngutúrana og kynningasýningar og svona minni útgáfur af þessu svona yfir daginn. Og það er bara gengið vel og fyrir vel að stað og við erum að svona reyna á ræktið að kynna það. Nú er náttúrulega bara svona mesta orkan að fara í það að kynna þetta og koma að sína flesta sölustæði. Það tekur allt bara svona, þetta er allt bókað svo langt fram í tímann, sko. Þegar við opnum í fyrra þá vorum við búin að missa eiginlega þess ári, nú vorum við svona að komast inn í þetta ár og nú vorum við að gera samninga fyrir sko 2016. Þetta er allt svolítið svona fram í tímann. Og svona lokum Guðmar, hvaða setningu heyrir oftast frá útlendingum eftir sýninguna? Já, það er eitthvað spurning, þetta er kannski að leggja það á minni, en það hafa verið alveg rosalega jákvæð viðbrögð. Ég get ekkert annað sagt, og það er mikið annað bara að fara á TripAdvisor til að sjá það. Og fólk hefur verið bara ótrúlega jákvætt og hérna bara fengið rosalega mikið af jákvæðum viðbrögðum frá þessu fólki sem er að koma. Og það er náttúrulega bara, verður mann alltaf hjálpar að fá það að heyra það. Náttúrulega erum svona, við erum stolt af hestinum okkar og svo gaman að sína. Þessi sýning er náttúrulega svolítið svona til að segja hans frá hvað hann er stór og hérna gera honum svona svolítið hátt undir höfði, þannig. Og það held ég að bara sýnist mér takast ágætlega og allavega eins og segja, viðbrögðin hafa ekki látið þessu standa, það hafa verið mjög ákveð. Gefandi starf? Mjög svo. Ég held að þetta sé nú alveg fyrir minn algjörður aukastarf að vera ykkur svona, þannig ég er alveg svolítið gáttur. Takk fyrir spjallið Guðmar og gangi ykkur bara vel á árinu 2015. Takk fyrir komin.